Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Þú ert á Íslandi núna? Já. Þú ert ekki Tinna Marína? Kynna. Tinna Marína. Það langt síðan þú varst á Íslandi? Eða? Ég búin að búa úti í 5 ár. Í október 5 ár. Ok. Já, 5 ár. Og hvað það er alltaf, einhverjir sem að hafa séð þér bregða fyrir, bæði, í ædolunni, kannan það? Jú. Og síðan... Ég sá ég orðið nostalgía. Hvað segirðu? Ég sá einhvers staðar að bara, ædol stjórnilegt nýtt. Getum við tjekkað á nostalgíu fólkinu sem var síðast og ég bara, nei. Var ekki ekkert einhverjum árum eftir ædoli, þá var alltaf verið að svona, hvað eru þau núna? Jú, ég minnst þetta alltaf fyrir kjónulega. Ég minnst líka eins og ædoli, þetta var alltaf meira áttur upplifin, þetta var óbáslega súrealist að, maður var náttúrulega bara 18, þetta var fyrir internetið, og maður var með yrkið að MySpace var kannski að byrja þarna, þetta var alltaf 2003. 2003? Jú. Var þetta fyrsta serían ædoli? Það fyrsta, já. Já, þú veist í fyrstu seríun? Yes, og það náttúrulega horfðu allir á þetta, Já, mér fannst nefnilega mitt. Fyrsta serían var eiginlega fyrsta og önnur reyndar líka, en fyrstu tvær, af því þá náttúrulega að því að var aldrei búið að gera þetta áður, að þá náttúrulega kannski auðveldara líka meira talenti sem að, þú veist, með lítið land og því fleiri seríur, því meira náttúrulega búið að grísja. Nákvæmlega. Nei, þú veist svo, bara allt í henni var maður farin í, maður gæti ekkert farið í Kringluna, Og þetta var alveg þannig, allt í henni hlöpu fyrir bara fyllt að krakkum að manni og baðum einhandarörðun og svona. Stanslust. Þetta var á tíma þegar að línuleg dagskrá, hún eiginlega svolítið búin núna, en þetta var einmitt á tíma þar sem að, ég horfði á þetta hverju föstudagskvöldi á Stöð 2 og þetta var, ég huglega verið bara 30-40% af þjóðinni, 30-40% áhorf á hvern einn þátt. Það voru rosalega margir að horfa á þetta. Svo var þetta, eins og ég segi, það var óbáslega mikið áriti og ég lenti reyndar eins nýði að það var einhver sem kom með eitthvað svona blaðtíman og ég veist það fyrir ekki, ég hef ekki tíma hann nötur auglýsing Helst það einu bara nefnast ég ekki tíma fyrir þetta Orðið nú merkileg En hvernig var það einmitt hvernig var að fá mikla athygli svona ung í þessu litla landi? Maður náttúrulega bara spilaði með spilunum, þetta var alveg gaman en þetta tók náttúrulega líka á mann og ég þakka Guði fyrir að Facebook og interneti kommentakerfi var ekki til af því að maður heyrði náttúrulega líka bara alls konar skít sig sem maður var bara hvernig dettur fólkið í hug Hún bara fljóta að gleyma því að það var alveg þangað til bara fyrir ekkert svo mörgum árum það var tímið þar sem að það sem núna í kommentakerfum og samfélagsmiðlum það var bara við eldhúsborðið heima hjá fólki Nákvæmlega og það, einhvern veginn maður hugsa það var alveg verið allt öðru þess að vera frægur, þú veist, 95. Já, alveg. Og svo veist mér líka, og svo náttúrulega flytið til Noregs og ég segi þeim, hef alveg sagt bara, ég var náttúrulega fræg. Og svo googlaði það ekkert, af því þetta var aldrei, það var ekkert þetta á internetinu var alltaf til. Og bara, ertu vissum að hafa verið í ædolinu? Ég það var gert spil og allt, Þú veist. 2000 því að 2000, það var ekki fyrir svona 2000, Facebook ekki komið almennilega inn fyrir svona 2006-07. Og netfréttamiðlarnir voru eiginlega bara svona 2006, 5, 6 og 7 voru þeir að byrja að pikka almennilega þannig að þú hefur náð að vera á undan því. Ég var vel á undan því þannig að þetta var og ég eins og segi, ég mjög þakklátt fyrir það í dag að því að fólk náttúrulega bara afsakið, en fólk getur verið svo mikið fíbl og lætur út þessu hluti, staðhæfir hluti sem þau vita ekkert og segja bara, þetta svona. Ég alltaf jafn hissa, ég alltaf einhvern veginn jafn hissa þegar ég sé eitthvað svona mig eða aðra og þetta alvöru fólk, það alveg einhverju robóta aðgangar. Mest að þessi alvöru fólk og þú hugsa alltaf bara, hvað? Mér finnst ég ekki, í mínu lífi, ég ekki með þetta fólk í mínu lífi, Nei. Það enginn af vinum mínum að ranta á kommentarkerfunum með þess að maður þekkir ekki, Nú bara, þú veist, halló, þeir eru fullari fólk og maður skilur kannski ef þetta einhverjir úlingar að banktala hvern annan, skilur en... Ertu á TikTok? Nei, ekki ennþá. TikTok nefnilega held ég grimmasti miðlinn. Af því þar getur bara búið til falskan aðgang á 1 mínútu og... Akkurat. Það alvöru grimm komment, Já.
Ég er nefnilega svolítið aktíf á hérna Instagram, en ég er með mjög narrow content, þetta er bara ég og æfingarnar mín og ég skil ekki hvernig það þróaðist, en þannig var það bara til. Mér var alltaf að segja mér að fara á TikTok, en kannski er ég bara nokkuð um fyrir. Já, en það skrítið sko, að því ég sé hérna, ég var alltaf með ekki nema ég hef verið svona lélugur að leita. Ég var að setja viðtalið Sigga Storm í lofti núna Svo það er með og ég ætlaði að taka hann og þá sé ég að hann er ekkert á Instagram og það er alveg oft sem ég hef verið að taka viðtalið fólk sem er kannski þú veist, alveg svona kannski kynslóðin fyrir ofan mig, þá eru þau ekki á Instagram og mér finnst það rosa skrítið einhvern veginn, bara public figure en ekki á Instagram og það sami fyrir mig einhvern veginn núna bara TikTok, nei, þetta er ekki TikTok er bara stækkar. Já, maður ég þarf að skoða það. Því miður. Og mann finnst maður að pínu svona er maður ekki dætti bara að vera miðaldra þegar maður er fertugur. Ég er 37 og mér finnst mjög skrítið að segja ég sé 37, ég er bara 38 ára og ég man eftir þegar mamma var fertug, leiði risastóran sal og var kettling sko og það er bara ég og vinkonum mínar í dag. Það er en að því við ætlum að taka samtalið þangaði með þá þú ert með mjög magnaða sögu og vekkferð síðustu árum. Já. Og eitt af því sem ég langaði sem ekki að ræða við er mitt hugafars. Já. Og úr því þú ert að nefna þetta með að vera miðaldra, að þá þú veist, ég veit ekki hvort að kannski er það bara í hausnum á mér, en mér svo oft fólk sko segja við mig þegar það búið umgangast með svona, þú veist, eitthvað svo mikil krakk í þér og þú veist, þú virkar einhvern veginn ekki eins og þú sért, gamall og ert. Og þó sem ef maður sjálfur er ekkert að hugsa um það konstantli að maður sé á einhverjum aldri og maður þú veist, mér finnst ég einhvern veginn vera miklu frjálsar en ég var þegar ég var 25 á vissu leyti, sko. Allan tíma. Og þá var maður að hugsa, sko, er þetta ekki alveg bara, þú veist, ég sé 70 fólk í dag, sko, sem að er bara svolítið eins og 50 fólk var einu sinni, sko. Já, alveg, sko. Og það er náttúrulega eins og ég sé það, er að, þú veist, ef þú ert náttúrulega alltaf að hugsa um það hvað þú ert nú gamall og núna þurftu nú að taka óbyrju þá náttúrulega verður þú það bara og þú veist, það er gaman í þér en að þú tekur bara lífinu með ró ert gerir bara það sem sýnist af því að þið langar það slengast ekki að skaða neitt annan við því, skilja. Það er náttúrulega, ég ætla aldrei að vera eitthvað kettling, sko. Aldrei. Nei, ég meina maður, veist, það var einhver sem setti þessar reglur einhvern tíðan. Á ákveðnum aldrei er þeir að vera fullorðinn. Já. Og jú, gott að taka ábyrgð á hlutum og allt það, en ég held við séum flest að fatta núna að það sem vantar í líf okkar flestra er að leika okkur meira. Kannski bara vera meiri börn, sko. Já, bara, veist, þannig er ég það allavega. Já, og svo náttúrulega líka þegar ég var að taka mig í gegn og það er, sko, sjálfsvinnan er náttúrulega bara non-stop, þú hættir aldrei að vinna sjálfur ég segi það, ef þú ætlar að halda þínu striki að ég las inn að bók sem að heitir The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck það er bara ofboðslega mikið til í því að bara don't give a, þú veist, afsækja orðbragð, en þú veist, bara just don't give a fuck. Já, það er ekki að passa orðbragð hér. Nei, ok, flott. Hér má blóta og... Ok, glæslegt. Nei, þú veist, þá er einmitt svona, þetta er kona sem er að segja, sko, brjálæði gera hjá henni, hún er með 3 börn og það er svona kukkisegl, það er svona, kukkisegl, í skólanum og hún hefur ekki tíma til að baka kökur fyrir barnið að selja í kukkisegl. Þannig hún kaupir Oreo keks, hendir því í eitthvað box og gjör svo vel hún með kukkis, for the cookie sale. Svo fara allir inn í foreldrarnir að tuða og svona hneykslast á því að hún hefði sko ekki bakað fyrir kökusöluna. Og þá spyr hún, hvað var pointið með þessari kökusölu? Er pointið að ég sem móðir á að baka köku eða er pointið að hún sem er kökur til að selja í the cookie sale? Akkurat. Therefore, I don't give a fuck. Og svo heldur hún áfram með daginn. Annað, að þú veist, hún var í vinnu þar sem hún þurfti alltaf að vera í háum hælum og vera rosa fancy pants og var að drepast í bakinu en við þurftum samt að vera svo fín í vinnu en einn daginn ákvæðuna bara, burtu með þessa hæla, ég ætla að fara í þessa sandala og spá bara ekkert í það er enginn að spá í það don't give a fuck. Það er rosa fangelsi, svo er þetta svona eins og laukur, þú veist, þetta eru lög en það er rosa fangelsi að vera of upptekinn af sjálfu sér, sko. Og maður sér þetta alveg með sjálfa sem maður svona, segir eitthvað, ég er nú bara alveg sama, svo
gerist eitthvað og þú, nei, það var alveg eitt level eftir og svo fattar þau að það alveg annar level og annar level og ég, þú veist, þetta svona setning sem að fólk notar rosa mikið, mér alveg sama hvað öðru fólki finnst, nei, trúðu mér ekki alveg ég þekki mjög mikið af fólki, ég get talað á fingurum annar handar það fólk sem ég svona í alvörunni hugsa, þessari mannesku í alvörunni sama, sko. Já, svo náttúrulega líka, þú veist, you cannot give a fuck without being an asshole skilur, svo getur náttúrulega líka bara verið fáviti og verið alveg saman allt og alla og það er náttúrulega bara allt annað dæmi en svona overall, in general þá getur maður alltaf spurt sig, þú veist, hvað skiptir þetta í rauninni það miklu máli og eins og eftir með kukkisér, þú veist, hvað var pointið? Já, eins og þetta, þú veist, maður ofmetur svo mikið, þú veist, að annað fólk sé að hugsa eitthvað, skilur við hvað heldur annað fólk mig ef ég mæti hérna með köku sem ég baka ekki sjálf þú ert léleg móðir hvað hugsa ég aðra ég hugsa bara flott hjá þér akkurat ég þá ekki hugsa að aðrir hugsa bara þannig eins og mig akkurat, algjörlega og allan tíman sko og ég held að það gerist líka þegar við erum miðaldra að þá fær maður kannski að fatta þetta já, einmitt, því miður það væri alveg gaman að vera búin að fatta þetta þegar maður er 18 sko. Já, það hefur verið næs sko. En ég held að sé bara lífið sko. Lífið kennir manni það að svona, og einmitt, því eldra sem fólk verður því oft sem maður heyrir mönturinn að það horfa yfir æfina mína, þá er það eina sem ég sé eftir eru bara hlutir sem ég gerði ekki sko. Ekki eitthvað mistök sem ég gerði eða eitthvað sem mér fannst rosa stórt og það er allir að hugsa þetta, nei, þú veist, það var ekki Já, og ég segi það mitt líka, sko, þú veist, eftir eitthvað í hugað sem þið langar að gera, gerðu það og þá annarkvort feilar eða ekki í staðin fyrir að þú ekki að prófa þá myndi örugglega alltaf sjá eftir ég hafi ekki þorað að prófa, þú veist ekki hvað gerðist og það hefur ekki stokkið, þú veist og það saman eins og þegar ég flytti til Noregs, þú veist ef þetta eru mistök, þá flytti ég bara tilbaka svo einfalt er það Segðu okkur aðeins frá einmitt, því þú ferð til Noregs bara aðdragandinn af því og síðan að fljótlega eftir þú komið til Noregs þá verður þið fyrir bara rosalega höggi smá, já sko langa sagan þú vilt það náttúrulega byrjaði þannig, ég náttúrulega var bara í mínum kassa í mínum þægindarama, ég var búin að vera með sama manninum í 13 ár og búin að vera í sömu vinnunni í allan tíman, áttum hús og hunda áttum 3 hunda og og bíl og allir pakkin og ætlaðum að gifta okkur og svona smá útúrtur með það að semst við giftum okkur aldrei og við vorum alltaf að rífast yfir hvernig við ættum að gifta okkur sem er kannski smá red flag í því svo segi ég eitt daginn bara ennum við bara sænum pappirana og förum svo bara til Hawaii og gerum þetta bara strönd og bara þeir sem vilja koma geta komið og nei það var ekki hægt svo nokkur mánuðum setna þá frétti ég að hann semst búin að gifta sig á Hawaii á strönd yes. Það hefur verið högg og ég nú já en ég óska honum bara góð skengja svo vonandi líður honum vel en anyway svo semst skiljum við hættum saman og það var svolítið stormasent það var óbærslega mikið ég held að orðið sé bara rétt að orðið er stormasent er til einhver auðveld leið til þess að hætta saman eftir svona langa tíma? Ég held ekki nema að sé sameiginlega ákvörðun að skilja en þetta var bara Já, þó þessi sameiginlega ákvörðun, þá er það bara, þú ert búin að vera svona lengi með einhverjum, þá þarftu bara að fara í gegnum mjög erfitt tímabil og... Algjörlega. Þannig ég enda allavega, við skiljum og á sama tíma þá var það skipulagsbreytingar í vinnunni minni og ég ákvað að pröfa eitthvað allt annað og það var rosalega takk per se fyrir mig líka að ég held ég var ómissandi, sko. Já, einmitt. Og allt og margir halda að þeir séu ómissandi. Ég ætlaði að segja að halda allir, ég var reygin líka sko og þá, ég held ég vera ómissandi alveg maður er ómissandi, já og bara hvað ætlar að gera ef að, þú veist allt sem ég var búin að plana og það bara, já neina, veist ekki að spá í það og ég bara, þú veist og bara fyrirtæki fyrir hliðina ef ég fer, þú veist en ég læri það allavega þarna, ég var sko ekki ómissandi og þarna byrja náttúrulega bara svona smá millikabli í lífinu, byrja nýja starfi og finna mig upp og nýtt og svona stuttur, já, svo semst nokkur mánuðum síðar að þá fær elsti hundur minn krabba minn í bósan og ég þurfti að svæfa hana og hún var 14 ára sko, ég vissi þetta var 3 hundar og það eitt var óbáslega erfitt að
að svæfa dýri sitt. Það eru bönni mín, sko. Og 3 mánuðin setna, þá fær sannast miðjuhundurinn minn, þá fær hún vatn í lungun eða verður eitthvað lesin. Hún átti að vera bara á lyfjum og allt átti að vera ok. Svo daginn kem ég heim og það er blóðbað. Það er blóð út allt. Það eru pollar á gólfinu, það eru splettur á veggjunum og hún lá þarna á gólfinu, bara frosin, öll útötuð í blóði og yngsti hundurinn minn var að sleikja hana. Og ég náttúrulega bara, hvað gerir maður þegar maður lappar hann á blóðbað? Tekur hundurinn og setur í boxið sitt í búrið, takk, í búrið sitt og fer upp á spítala og svo fer maður heim að þrífa blóð af gólfinu og þetta var ógeðslega sjón. 3 mánuðum setna eftir það að þá fær yngsti hundur með sömu einkenni og elsta, þannig hún var líka komið krabbameinseinkenni í basa. Og læknirinn sagði að hún gæti verið lifandi í kannski 1 ári viðbót með lyfjum og lyfin náttúrulega ekkert ókipis þarna. Nei. Já, og náttúrulega aldrei ókipis. Mínu tilfelli ég undar á frílyfjum, annars saga. En ég svæfi hana. Þegar ég kem síðan heim þann daginn, þá ég var búin að hitta mann á þessum tíma og við hættum saman og svo kem ég heim, segja halló, tekur enginn á móti mér náttúrulega, ég er búin að vera með 3 hunda í 14 ár, skilur. Það gerðist eitthvað í líkamann, já, og svo líka amma dó og afi dó líka. Alltaf á þessu stutta tímabili? Alltaf á þessu stutta tímabili. Og amma og afi deyja, en þau voru gömul, en alltaf bara sent, erfitt og leðilegt og líka bara einhvern veginn svona ofan í allt og ég var einhvern veginn aldrei búin að takast á almennilega við skilnaðinn og starfsmissirinn, bara að missa starfið sitt per se er bara áfall. Algjörlega. Og svona sérstaklega maður býst ekki við því, sko. Og svo bara dauðsfall og það gerðist eitthvað í kroppnum mínum að ég get ekki útskýrt það. Það ég fann bara að það var eitthvað skrítið í gangi. Ég byrjaði að fá eitthvað svona vesen með munnin á mér að ég þarf að sjúga munnvatnið úr efri gómnum og það er eins og þessi skán inn í gómnum en svo þegar ég kem við það er ekki neitt og byrjaði að ég hafði enga stjórn á maganum whatsoever og ég var þannig alveg í margar vikur, sko. Og ég hugsaði bara, þetta er bara taugaáfall, þú veist. En ég held að þetta hafi verið mitt fyrsta MS-kast. Svona eftir á að hekja. Leist ekki tekka á þér? Spáði ekki dýt. Nei. Ég var bara, þú veist, þetta var bara eitthvað áfall, bara eitthvað taugaáfall, og svo bara áfram gakk, þú veist. Á þessum tíma þá voru mamma og pabbi flutt út og systir mín líka. Ég var eina systir sem býr Akranessi líka. Það var að tala við systir mín og hún segir bara til hennar, komdu til Haugasund. Og ég bara, hvað fjandanum að ég gera í Haugasund af öllum stöðum í heiminum. Ég ætla að flytja til Barcelona og vera engaþjálfari þar. Og var ég búið með engaþjálfaraskólan í Vörglas. Og bara, ég ætla bara að gera það. Þú veist, ég er alltaf að æfa hvað sem er. Já, þarna reynda byrjaði í líkamsrækt. Og eða sem sagt, eftir að ég missi starfið mitt, þá byrjaði ég líkamsrækt. Og tók ofboðslegt ástfóstur við því. Það var bara svona einhvern veginn eins og það hefði verið það eina sem var mér fyrir stafni. Að æfa bara. Ég held bara að fara að æfa og fór svona high intensity metcon training, bara svona ekstra tapátatíma. Svo byrjaði þjálfarinn með svona námskeið sem hann kallar MGT í dag og ég fór í það og bara þetta var það eina sem skipti við máli að ég þarf að fara á æfingu í dag. Svo var ég enda pínu skotin í þjálfarinn og endur. Það er Birgir? Það er Birgir. Það er ekki að æfa í honum? Nei, ég bara við hvernig er. Okay. Með MGT. MGT stefir. Já, en ég var sem skotin í honum þannig ég mætti alltaf aftur. En hann var nú famaður, þannig að það gerist ekkert þar. Anyway, að hvert var ég komin? Já, og Kata segir bara, ok, komdu bara til Noregs og þá bara flyttur til Barcelona, flyttur aftur til Íslands eða eitthvað, ef þið líkar þetta ekki. Og ég hugsaði bara, ok, ég þarf að finna mig nýja vinnu af því að þessi maður sem ég var að hitta, við vorum semst að vinna saman,
Þannig að never sit where you eat. Seinni hlutin af þessum þætti er aðgengilegur inni á sölvitryggva.is. Þar fá áskrifundur aðgang að nýjum þætti í hverri viku.